Góðan daginn, kæru vinir. Og eins og venjulega þá bjóðum við ykkur velkomin. Og eins og venjulega þá erum við nú ekki alveg vissir hvert leið liggur eða hvert umræðið efnið er. En að því að við erum hlustunarvant fólk og ætlum að hlusta til enda þá líka vitum við allt niðurstöðuna af þeirri ferð sem við erum núna að fara í. Þannig að við leyfum reynsluna að tala til okkar og hún segir við okkur, jú, þetta hefur nú verið nokkuð gott. En það hefur ekkert með þennan mann að gera, því hann er ekki að bera fram sjálfan sig, heldur er hann að segja það sem drottinn Jesús vill tala, já, við þennan einstakling sem hér er og einnig þig sem einstaklingin sem ert að hlusta. Þannig virkar þetta. Þannig virkar þetta hjá lifandi Guði, að hann lifir í trúaðri manneskju. Þannig lifir drottinn og verður birtanlegur meðal okkar. Þannig að við sjáum að við þurfum augu sem sjá og eyru sem heyra. Og við sjáum líka að fyrst af öllu þurfum við trú. Og því má spyrja, trúum við að þetta sé með þessum hætti? Ég veit ekki hverju menn trúa. En ég veit að sumt fólk er uppteknar en annað við að tala niður alls konar. Og sá sem tala niður til að mynda Guðs fólk, mann eða konu, hann hefur ekki séð drottinn Jesú með réttum hætti. En það er öllum við bjargandi, það er ekki málið. Og okkur sem að sjáum ekki alltaf kannski rétt, drottinn vill gefa okkur augu sem sjá og eyru sem heyra. Þegar þú fer að heyra röddina hans, eins og hún birtist og fatta og trúa að þetta sé rödd drottins, er af engu öðru en það er komin ákveðin skilja upp. Skiljan er til þess að aðskilja það sem er Guðs og það sem er heimsins. Er þetta hægt? Það er allt hægt að því að drottinn getur allt. En það sem þú þarft gaf Guð þér og hann gaf þér líka vilja til að velja þetta eða velja það ekki. Aftur komum við að þeim stað sem heitir kennsla og fræðsla og vera í orðinu og undir afli orðsins, því það eitt mun útskýra þetta fyrir þér hvað átt við með þessari skilju til að mynda. Og það að heyra og heyra ekki. Sjá og sjá ekki. Það er ljóst og ég held að flestir skilji það nú reyndar, að það er ekkert verið að tala neitt þessi náttúrulegu augu okkar. Við vitum hvað þau sjá. Og þú getur lýst fyrir mér hvenær sem þú vilt hvað þú er í kringu þig. Já, þarna er veggur svartur að litin, beint á móti mér er hurð. Og svo horfi ég hinga og þar sé ég tækjaborð og fleiri skjái. Og hérna megin, já, einhverjir standar. Og beint á móti mér er myndavélin sem ég á. Og þar á litlum skjá, þessi sem hér er að tala. Hæ. Að þetta sé ég sé. Þannig augu sem sjá og eyru sem heyra er ekkert endilega verið að tala þetta, er þetta líka verið að tala þetta. En þegar drottinn talar þetta svona, þá er hann að tala hennan andlega mann sem þarf að sjá það sem er andlegt. Og það er það sem drottinn er að birta og gera. Sjá. Já, ég sé það sem drottinn er að vinna. Heyra.
Ég heyri það sem Drottinn að tala. Þetta það sem Drottinn vill að rækta upp í okkur. Og þá erum við að horfa með augum hans á þannig að þetta andlega umhverfi sem að trúin gefur og leyfir okkur að sjá ef hún vill það og ef við viljum það sjálf. En til þess að þetta allt saman hafi það fóður sem að því ætlað, þá verðum við líka að vera þessar andlegu manneskjur. Ég get ekkert gert þig að andlegri manneskju. Eina sem ég get gert að segja það sem ég að segja. Þetta eitthvað sem ég og þú sem einstaklinga verðum að tosa upp hjá okkur. Ég tosa þetta upp fyrir mig, þú tosar þetta upp fyrir þig. Og svo getum við hins vegar fengið sama skilningin á því sem andlegt og við skiljum bæði og báðir að það áttið allt annað þegar verið að tala þessa skilju. Það til alls konar skiljur og það til olíuskiljur, það til mjólkurskiljur og það til alls konar skiljur. En það líka til andlegar skiljur sem skilja frá drasli sem að heimurinn að koma með til okkar og víkja þeim í burtu og það sem við fáum það sem að Drottinn vill að við heyrum, skynjum og skiljum. Það skilja. Viltu hana? Þú vilt hana, já, af því þú trúir manneskja og þú færð hana. Takk þetta því þú færð hana þegar þú ferð að ganga þennan andlega veg með Drottni. Þetta ákvörðun og sinn hátt. Og meira, þetta þjálfun í að fara þennan veg með þessum hætti. Þú heldur áfram að horfa í kringu og sjá allt það sem þar. Það ekkert mál fyrir þig að lýsa því að það blasir við augum. En það getur vafist fyrir okkur þegar við reynum að horfa inn í þennan andlega heim að því við erum ekki eiginlega þjálfun eitt í það að sjá neitt þar. Að þetta annar staður í okkur sem við þurfum að fara til. Og hvernig kemst ég þangað? Ég kemst þangað með því að velja hann sjálfur. Og nú kemur upp í huga mynd af sýn sem Drottinn gaf mér, allir hafi ekki verið sýn. Og mér fannst ég vera sjálfur á milli tveggja veggja. Þetta voru svona veggir úr holdi. Og ég þarna á milli. Og ég vissi að annar veggurinn var eitthvað sem Drottinn hafði gert. Það þetta andlega. Og hinn veggurinn var það sem heimurinn að gera og það sem við erum í og þurfum ekki að hafa fyrir að lýsa eða við bara erum þar. Hann sagði mér þetta. Maður ekki hvort það var til hægra eða vinstri eða öðrum megin var eitthvað sem Drottinn átti, það þetta andlega, og hinum megin heimurinn. Og svo sagði hann, konni veldu nú. Og þetta ekkert í fyrsta skipti sem að birti mér þessa mynd. Ég held hún bara droppi upp með reglulegu millibili og hafi gert. Bara já, og síðan ég fyrst fekk þessa sýn. Eins og ég var að segja, það eru nokkuð mörg ár síðan. Og þetta algjörlega guðlegt dæmi vegna þess að Drottinn býður þér að velja. Þannig þú þarft að velja, þú þarft að taka ákvörðunum að ganga með Guð í dag. Og sú ferð farin. Kannski gerist ekkert svo mikið á þeirri ferð þó hún sé farin. Þú skynjar það ekki þannig sé, en þú gætir verið að skynja samt ýmislegt þó þú kannski áttir þig ekki á því akkurat á meðan það að gerast. Það getur tekið okkur smá tíma að melta. Eins og ég hef oft sagt frá, þegar ég í fyrsta skipti gekk til altaris, það var austur í Neskaupstað, og ég líka sagt frá því, og þá stóð ég fyrir framan Drottinn. En ég get ekki lýst honum, svo ég endurtaki það. Og hann talaði, og ég skynjaði ekki
orðin fyrir eitthvað 3-4 dögum síðar. Og hann sagði, Konni, hann gerði svona, ég man alltaf til því, ég er líka í þessari kirkju og þú þarft ekki að fara neitt annað til þess að finna mig. Þetta var þjóðkirkja þarna í Neskaupstað, hún er ennþá starfandi þarna. Þetta upplögst fyrir mér nokkrum dögum eftir atvikið. Og það upplögst fyrir mér þegar ég var á leið í vinnu eftir hádegi, við fórum alltaf heim í mat og við tókum rútu á vegum fyrirtækisins og ég var einmitt í þessari rútu á leiðin í vinnuna þegar þetta lögst upp. Vorum að keyra í gegnum eftir aðalgötunni þarna í bænum, niður sjóinn. Þá lögst þetta upp fyrir mér. Þetta fannst mér þetta stórmerkilegt. Svo merkilegt að 20 árum síðan, 25 árum síðan, er það jafn ferskt fyrir mér og það var þegar ég heyrði það. Eða þegar ég áttaði mig á því hvað hann hafði sagt. Þetta er þessi andlegi heimur sem við erum að tala um. Hann er þarna og Drottinn er þar og hann er að útlista fyrir þér þar sem er hans. Já, hann sagði þetta. Þú þarft ekki að fara inn í eina aðra kirkju til þess að finna mig, ég er líka hér. Og þetta var þjóðkirkja. Og hver kristinn trúi nú þessu? Síðan hef ég alltaf litið, reyndar var leit nú alltaf jákvætt til þjóðkirkjuna, það var nú ekki vandi hjá mér. En síðan hefur þjóðkirkjan bara verið eina af þessum kirkjum. Ég hef aldrei leitt mér að gagnrýna hana neitt og ég veit að þú hefur 1.000.001 skoðun á þjóðkirkjunni en ég hef enga skoðun á henni, ég bara vil trúa því að þar séu bræður okkur og systur. Við skulum bara trúa því líka. Þetta er eitthvað sem Drottinn hefur gert. Og ég veit að núna alveg bara syrtir yfir þig þegar ég segi að ég lít sömu augum á kaþólsku kirkjuna. Ég man einu sinni eftir kaþólsku fólki sem við vorum á ykkur móti og við fórum að tala saman hérna og þetta var bara blessað kristi fólk alveg eins og ég. En ég veit að það er alls konar sem hefur verið að gerast þar. Horfðu bara í kringu þig. Horfðu bara á þinn eigin söfnuð. Og þú sé það er nú alls konar verið að gerast þar líka. Það ekki? Við skulum ekki að dæma neitt aðra söfnuði. Horfum bara í eigin barm. Við erum með þetta allt þar. En það er ekki málið. Kristus segir sjálfur, ég á marga í þessari borg. Við svona getum við staldrað, við svona getum við tekið, en við tökum síðan ákvörðun það hvernig við viljum afgreiða þetta. Ég greiddi þetta þannig, ég sagði ég ætla ekki að dæma þetta neitt. Þetta er ekkert mitt að vera að dæma þessar kirkjur. Við þurfum hvort öll að standa frammi fyrir dómaranum, herranum sjálfum. Og eina sem skiptir máli þá fyrir mig er að bara vera með mitt á hreinu. Og það get ég. Ég nefnilega valdi í dag, takk þetta því í dag, að fylgja Kristi. Og meira, ég valdi í dag að gera vilja Jesú Krist en þú. Ég veit ekkert það, mér varðar ekkert það, en ég hveti auðvitað til þess að þjóna þínum Herra, þjóna þínum Jesú Kristi. Við þjónum öll herrum ykkurum, en sumir þjóna Jesú Kristi. Það skulum við gera. Og við skulum biðja Drottinn það, að við erum komnir á þennan stað, við erum elskum Drottinn. Drottinn, taktu frá mér alla dómhörku. Taktu frá mér allt sem heitir að vera að dæma einhvað aðra kristna menn. Nægir mér ekki að dæma bara sjálfan mig. En hvað segir ekki Páll? Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Þannig hann er ekki þar. Hann er ekki að rifja upp fyrir sér bömmurinn. Einu sinni hann brjóst ég.
Hann segir annað, ég gleymi því sem að baki. Hafið velt einhvern fyrir ykkur hvað þetta merkir. Við göngum inn í nýjan dag, já, sem þennan nýjan dag. Má eiginlega segja, ef við gerum það, þá höfum við gert upp daginn. Og það sem voru mistök í deginum, getum við sagt við okkur, þetta var allt í lagi með þetta, ég ætla bara að læra af því, svo ég geri það ekki aftur. Þetta að gera upp daginn. En hver af okkur gerir þetta? Já, kannski gerir það einhver. Þá það vitur manneskja. Því að það ákveðna visku í þetta. En ég man alltaf eftir því að ég var nú kannski ekki svo dómharðast í garð kirkna. Ég vil aldrei haft neina skoðanir á þessum kirkjum. En þegar Drottinn sýndi mér að ég þurfi ekki að fara neitt annað til að finna sig, þá datt þetta niður bara hjá mér. Hafið einhvern verið, þá hefur ekki örlað á því síðan. Kristinn maður er kristinn maður. Hver er þessi kristni maður? Þú getur alveg séð hann úr. Hann gengur samkvæmt orði Guðs. Hann er ekki lygari. Það er ekki kristinn maður. Hann hagræðir ekki máli sínu sér í eigin hag. En þetta er allt á meðal okkar. Og menn misjafnlega ákveðnir í að vera þar. Þetta er ekki það sem Kristur er að boða. Sjáu ekki að við þurfum að endurskoða sumt sem við höfum verið að gera. Endurskoða. Er það ekki þetta daglega viðfang? Endurskoðun. Segir ekki lífið það að við þurfum að endurskoða margt og endurskoða oft? Jú. Nú er dagur nýrrar endurskoðuna. Hvernig brugguðustum við í gær? Ég veit það ekki. Kannski er það fyrir einhvern endurskoðun og það þarf vit í endurskoðunina þegar við verum að komast að þeirri niðurstöðu að við viljum ekki gera þetta aftur. Sama hversu ofboðslega réttu höfðum fyrir okkur. Ég segi rétt fyrir okkur og setja innan gæsalappa. Því það þarf ekki að hafa verið rétt. Svo kemur þessi yndislega gremja inn í það, svo er allt bara orðið ómögulegt. Þetta er ég, þetta er þú. Og hvað þarf ég og hvað þarf þú? Nú er aftur sýnir Drottinn með myndina sem ég sagði frá hérna í upphafi veggina úr holdi og ég á milli. Veldu. Öðrum megin var Guð, hinum megin var heimur. Þessar hugsanir í gremjunni sem segir okkur þetta sé bara allt handónýtt, þetta er allt á niðurleið. Þetta eru holdsins hugsanir. Allt á niðurleið í Kristi, vegna þess að það er ekkert á niðurleið í Kristi. Það ríkir jafnaræði og það stefnir upp á við. Við erum að sjá allt annað. Af því við erum bara stundum þetta andlega fólk. En ég get huggað þig. Drottinn veit af þessu og ræraði í öllum árum að þú komist aftur á þinn stað sem þú varst á og þú munt gera það. En mundu, spurðu sjálfa þig næst, er ég ekki bara að glíma við Guð? Það er nefnilega oftar en við höldum sem við erum beinlínist að glíma við Guð. Já, við getum huggað okkur við það að við eigum til fyrirgefandi Guð, við eigum til Guð sem veit og skilur og sér ekki eftir neinu sem er stórkostlegu boðskapur. Hefurðu áttaði á því? En þetta er stórkostlegu boðskapur. Drottinn sér ekki eftir neinu. Af hverju? Hvernig er þetta að segja svona? Fullkomleikin einn getur það.
sé ég eftir mörgu. Reyndar ekki. Reyndar er ég ekki maðurinn sem að dvelur svo mikið þar. En það held ég geti sagt mér til hrós að ég hef ofta lært af því sem ég hef reynt. Ég hef líka lært af því sem að aðrir hafa reynt og mér leist ekki á. Ég sagði, þetta vill ég ekki að komi fyrir mig. Og ég hef líka sagt eitthvað eitthvað sem að ég hef gert, sem að ég vissi að var rangt og viðurkenni það. Þetta mun ég ekki gera aftur. Þetta byggir stoðir undir gott líf, en taktu eftir því að þetta er alltaf mann ákvörðun sem þessi maður tók. Hann lifir sínu lífi og þú líka þínu lífi. Ég hefði getað tekið ákvörðun það að fara með mig út í eitthvað gremju, en ég gerði það ekki, af því ég vildi það ekki. Þegar þú fer með sjálfan út í gremju, það er vegna þess að þú, eða sko já má segja að þú vildir það sjálfur og sjálf. Það er nú bara rétt orðið yfir það. Þó við strangt vil tekið viljum ekki vera einhverju gremju boltar. En þá er það nú samt þannig að við á einhverju stað völdum þetta. Það var allt orðið ómögulegt. En ég segi þér, og stendu það hefur ekkert breyst. Ekki neitt. Þegar þú ert komin aftur á þann stað sem þú varst á, myndu sjá það að það hefur ekkert breyst. Við sjáum hvar ólgan er og í bröðt Satan, segjum við. Þetta er ekkert Satan. Þetta er ég í mínu gremjustuði. Gremjan býr í mér. Hvar í? Hún er hef ég ekki hugmyndum, en hún er þarna. Hold og andi. Hold er allt þetta sem við vorum að tala sem við viljum ekki. Andi, það skín af orði Guðs frá and okkar. Við erum þessar andlegu manneskjur og göngum andlegan veg og sjáum Krist að starfum í þessu andlega, því hann er þar. Ég veit hvar við viljum vera. Og ég veit líka að við höfum oft verið á þessum stað. Og ég segi, verum það áfram. Hver dagur fyrir sig er dagur ákvörðunar. Ég veit ekki hvað menn gera, en ég hygg að sé alls ekki vondleið að fara yfir daginn sinn að kveldi dags. Hef ég gert það? Ég held ekki. En ég get alveg viðurkennt að það veri ekkert vitlaust að gera það. En ég fagna nýjum degi. Það hef ég nú reynda gert. Og ef að ég hef minnsta möguleika á, sem er nú yfirleitt, þá les ég einhvað að morgni dags. En ef að svo háttar til að ég geti það ekki, þá verður það bara svo að vera. En ef tími er til og tækifæri, þá les ég einhvað. En ég vildi lesa á hverjum degi, en stundum hátta aðstæður þannig til að það er ekki gerlegt. Og drottinn skilur það mæta vel. Það er eitthvað sem að við allavega ætlum ekki að áfellast sjálfu okkur fyrir. Við erum með verk, segjum það. Og við erum búin að lofa okkur í verk á okkur tíma og við verðum að koma okkur þangað. Og það getur alltaf gerst fyrir okkur menn að við sofum svolítið fast. þá verðum við að rjúka fram og út án þess að gera kannski allt sem við vildum gera. Og það er allt í lagi. Við bara tökum okkur og takið næst þegar tími gefst og við trúum því bara að það verði fyrramálið. Eins og venjulega. Ég veit að ekki getur vel verið að menn áfelli sjálfa sig fyrir þetta. En ég er ekki þessi maður sem myndi áfellast sjálfa mig fyrir þetta.
Ég að lifa mínu lífi. Ég veit ástæðuna fyrir því að ég gerði þetta ekki. Það var ekki vegna þess að ég nennti ekki núna, heldur vegna þess að ég hefði ekki tíma til þess núna. Ég held að Drottinn taki bara undir þessa lýsingu. Þannig að ég ætla ekki að áfællast mig fyrir það. Kannski ómöguleg manneskja, þú gerir þetta ekki. Veistu það, ef að þú ert ómöguleg manneskja fyrir það að gera ekki þetta hitt, þá ertu föst í vana og hefðum. Já, það er ýmislegt sem við getum alveg verið að ígrunda og skoða. Sumt liggur ljósar fyrir en annað, en við erum kannski ekki alveg átt okkur á því að það sé svona. Ég gleymdi að lesa maður. Drottinn, fyrirgeðu mér. Það er alltaf að biðja Drottinn að fyrirgefa sér. En ég held að hann horfi nú í gegnum fingur sér með þetta. Já, þetta er hann konni bara, hann hefur gleymst þér aðeins strókri. Ég fyrirgefu honum það. Vaninn segir þetta við, verður að gera þetta. Þú skalt gera þetta. Það er ekkert endilega að gera það neitt gagn. En þú gerir þetta af vananum. Einu sinni var talað páfagauka lestur. Við erum að gera svo margt í vananum og venjunum og hefðunum. Við erum endalaust að tala að þurfa að koma í gegn, en gerum ekkert til að koma í gegn þeim vegna þess að það er ég sem þarf að koma í gegn þeim fyrir mig. Við viljum alltaf aðrir komi sér í gegn þetta, komdu þér í gegn þetta, en sjálfur sitt ég bara í hefðunum og vananum og bara líður vel þar. Þetta er fólk. Og ég segi þetta til uppörfunar, Drottinn veit af þessu öllu. Hann veit á þennan, þegar stefnir í bendandi stöðu, að ég og þú við erum þetta svo oft. En stundum líka snúum honum að okkur og þá bendir hann á okkur sjálf. Hei, þú ert maðurinn sem þarft að velja. Og ég vel. Ég segi, Guð gefðu mig visku til að velja það sem þú vilt að ég geri og velji. Ég get gert þetta. Veistu hvað Drottinn kallar þetta? Hann kallar það visku. Og hann veit að ég og þú eigum mikið til að visku. Og hann er faðir viskunar. Þannig að þú hefur allan aðgang að allir visku Drottins. Einnig þar er ég án afsökunar. Ef ég vil ekki nota þetta. Nei, kæru vinir, við skulum ekki áfellast okkur sjálf fyrir að, ég glemdi að lesa í morgun. Ef við getum hins vegar ákveðið að taka okkur taki. Og ef við erum konir á þann stað með þetta allt saman, þetta er orðið bara tómur vani. Þá kannski er ástæða til þess að fara eitthvað að brjóta það eitthvað upp. Vaninn úr út allt. Glasið er hérna megin við þig og þú tekur það héðan upp. Þú eru út að horfa á sjónvarpið, kaffið eða eitthvað. Hann er alltaf hérna megin. Þetta eru manneskjur. Ég er ekkert að segja að vani sé annað en góður. En þegar hann verður einhver annað en honum er ætlað að vera, það er háskinn í málinu. Þegar þú segjum það að þú lest alltaf á morgnana og talar um það í hvers skipti sem þú kemur fram einhvers staðar. En þú ert í raun og veru, hvað var ég að lesa? Í hvað kafla ertu að lesa núna? Það man ég ekki.
Manstu ekki kaflan? Nei, ég man það ekki neitt. En ég les alltaf á hverjum degi. Er það Korintubréfið eða er það Guðspjöllin? Nei, það er allavega ekki Guðspjöllin, ég man ekki hvort það Korintubréfið eða Efesbréfið. Ég man það bara ekki. Þetta er að lesa af vana og svona er svona bara páagögga lestur. Þú ert ekkert að læra neitt. En samt er betra að gera þetta svona en lesa ekki neitt í orðið Guð. Sjáðu ekki hvernig vaninn vill merkja sér allt hjá okkur. Þurfum við að brjóta upp vanan? Við þurfum að brjóta hann upp, já, við getum þurft þess. En ég lofa þér því og get glattið með því að þetta nýja sem þú ert að taka upp núna, að eftir nokkur ár þá er það bara orðin sami vani og hinn. Ekkert betur og ekkert verri, bara vani eins og hinn. Hluti af því að eiga þetta frjóa afl í sér, það er að sjá þetta. Og þá, að við erum aðeins að breyta við erum ekki örvönd, nú fyrir við að taka upp glasi hérna minn og súpa á kaffinu á meðan við horfum á sjónvarpið. Smá klaufa fyrst, að vinstri höndin virkar nú ekki eins vel á hægri höndin fyrir okkur, þetta óörvenda fólk. En við þó gerðum tilraun. Og tilraunin er eitthvað sem er jákvætt í þessum efnum. Svona lítil atriði, ef við gerum þetta, þá erum við allavega að sýna sjálfum okkur það að við erum tilbúin í þetta. Það ekki? Og svo kemur einhver sem spyr, já, lastu hvað í dag? Þú bara skellir fram, ég var í Efesbréfinu 3. kafla og las hann í gegn. Ekkert mál. Þú manst allavega hvar þú ert að lesa í Biblíunni. Þannig að menn kom ekki að tómum kofanum og spyrja þig, byrju, í hvaða bréf ert þú að lesa núna? Man ég ekki. Efesus, nei, ekki Efesus. Korintu, nei, ekki Korintu. Ég allavega ekki í Guðspjöllunum. Ég veit að ég er komin lengri inn í Biblíuna það. Nei, veistu, ég man það bara ekki. Gaglegt er þið að vera að lesa mikið í orðið Guðs. Þetta er bara vani. Og ég get alveg bent fingrum á mig sjálfan. Auðvitað veit ég að þessi lestur minn er vani mikið til. En ég veit líka hann er að skilja eitthvað eftir sig. Þegar það kemur fyrir, reyndar minna en síðar ár, að ég fór beint úr lesturinnum og skrifaði pistil það sem ég var að lesa. Ég leyfði sem sagt orðanum að búa til einhvern pistil sem að ég svona byggði það sem ég var að gera á. Og ég reyndi að gera þetta ennþá, þá sem sagt lesi svo skrifa ég og það sem kemur út er þá eitthvað sem ég var að lesa og ég byggi stílinn á. En stundum er ég ekkert að skrifa neitt Guðs orð og skrifa eitthvað allt annað. En þá maður ekki að gera sig þú, ég sé það nú bara á þér. Ætlum að leyfi ekki bara Guði að stýra þessu stjórna því að hann er góður húsbóndi. Það er nú eitt af því sem er líka hvað bestu hann er þessi góði húsbóndi. Og svo fyrir auðvitað það veit hann hver ég er. Hann þekkir hjarta mitt. Hann veit að ég hef þörf til þess að gera þetta sem ég er að gera, eins og ég er að gera það. Og hann leyfir mér það. Það getur vel verið að þú leyfir það ekki. En þá vil ég segja þér það, fram að bera hlýða Guðin mönnum. Er það ekki í öllu svoleiðis? Ef þú dæmir þetta, þá ert þú líklega maðurinn eða kona sem segir, já, þessi þjóðkirkja nú alveg glótum að hann hörði spillingin innan hennar að það alveg væri nóg og kaþólskan og farðu bara í söguna. Við þurfum ekki að fara þangað. Við horfum bara í kringum okkur í okkar eigin söfniði. Og það nú ýmislegt sem við vildum að væri ekki svona.
en Drottinn á þetta fólk. Og þegar ég er ekki í gremjukastinu mínu, segja það, þá er þetta besti staður í öllum heiminum. En stundum er hann það ekki. Fyrir mig. Ég rokka til í afstöðu. En svo kemst ég úr þessu og aftur á gamla staðinn minn innan Gessalaba og ég kem. Rosalega var þetta góð stund með þar. Hún var það alltaf, en stundum sá ég það ekki. Og ég kendi ykkur öðrum. Hún fekk myndin að borða eplinu og ég át. Hann taldi mig með orðum sínum og ég fór eftir þeim. Alltaf stikkfrí sjálfur og sjálf. Er það ekki svolítið svoleiðis? Nei, vinir, við stöndum á orði Guðs. Við viljum vera þetta andlega fólk. Og við erum að þjálfa okkur upp í það að vera þetta andlega fólk. Og þá komum við inn í kirkjuna. Og við sjáum kirkjuna sem við þekktum svo vel. En vorum farin svolítið mikið að efast eitthvað sem er að brjótast í höfðinu okkur. Og rótin þar heitir gremja, minn kæri vinur. Og gremjan er ekki til þess að toga upp eitthvað sannleika. Gremjan getur verið af því að þú ert raunverulega að glíma við Guð. Hann vill að þú gerir þetta en þú vilt gera þetta. Hann er að reyna að koma þér í skilningu með sínum hætti að þetta sé vilji Guðs. Ég segi þér það til huggunar að við höfum öll verið á þessum stað. Að við höfum verið að glíma við Guð. Vegna þess að hann skal ráða. Og hver viðurkennir það ekki? Þannig að við þurfum að þrauka líka í gremjuköstunum okkar. En til þess að þrauka er ekki verra að vita ástæðuna fyrir því sem við erum að gangi í gegnum. Við spyrjum okkur svo sjaldan spurningarinnar. Býtu, er ég að glíma við Guð núna? Ég veit ekki hvað oft að ég hef komist að þessari niðurstöðu fyrir mig sjálf. Hei, ég er nú bara að glíma við Guð núna. Það er auðvitað opinberun að fá svona til sín. Og stundum kemur þessi hugsun til mín, þá kannski maður náttúrulega innan fullt af fólki og maður sér að sumir er að glíma. Og maður spyr sig, býtu, er þetta fólk bara ekki að glíma við Guð? Og það gerir maður rólegan í sjálfu sér. Ef að ég og þú erum að glíma við Guð, við veitum að við sigrum hann ekki. Við veitum að hann mun sigra það. Og hvað gerist þá? Maðurinn eða konan aftur bara komin á þann stað sem þau voru á, sátt og reynslunni ríkari. Bara eins og ég sjálfur. Svo fyrir utan það, þá býr eitthvað í hjartan okkar sem segir að þetta er Guðs verk og þetta vitum við. En samt er svo margt í gang að því við höfum kannski látið tala okkur út og söður. Það er ekki allir neitt hollir ráðgjafir kringum okkur. Kannski eru þeir fæstir hollir ráðgjafir, en ég lofa því þeir eru þarna. Og við komum okkur aftur á okkar gömlu staði. Og allt er orðið eins og var. Sem segir okkur að þetta var einhver stormur í vatnsglasi sem að við erum svo okkur er svo tamt að taka við og gera það okkar.
En það breytir ekki Guði. Hann bara heldur sínu striki. En ég sé að það er komin tími á þetta hjá okkur. Þannig að við stoppum bara hér og höldum þessu góða verki Drottins áfram.